Kynæxlun blómplantna er þegar það fara frjókorn, sem eru karlkyns kynfrumur, af einu blómi yfir á frævu, sem er kvenkyns yfir á öðru blómi. Flestar plöntur stunda kynæxlun, en það er líka til kynlaus æxlun, þegar plöntur mynda bara nýja plöntu hjálparlaust án aðstoðar frá öðrum einstaklingi. En það er sér myndband það. Það sem sér kynæxlunina hjá blómplöntum eru blómin. Og blómin eru alla jafna byggð upp á svipaðan hátt. Þau standa á stilk. Svo kemur það sem við kallum blómbotn. Hann er misstór. Úr blómbotninum eru blöð sem eru oft græn og heita bikarblöð. Þegar blómið lokar sér, þá eru það bikarblöðin sem að loka utan blómið. Svo koma krónublöð. Það eru þau sem eru litrík og gefa blómunum lit. Svo hérna inn í miðju er svona skrítið frumulíffæri sem við köllum frævu. Og yfirleitt hringinn í kringum frævuna er eitthvað sem við köllum frævlar. Frævan er kvenkyns líffærið sem ég talaði áðan, en frævlarnir eru karlkyns kynlíffærið. Blóm eru mismunandi að gerð. Yfirleitt eru þau það sem við kallum geislótt, það er að segja ef við horfum ofan á þau að þá mynda þau svona hring, en þau eru stundum tvíhliða. Þá eru þau með einn spegilás í gegnum sig. Sum blóm eru bara eitt blóm, en önnur blóm eru samsett, eins og til dæmis blómfífla. Þau hvert fræ sem að myndast, sem að er eitt svona og svo með einni svona fallíf, það myndast af einu blómi. Þannig það eru margir tugir ef ekki hundruðir blóma á stilknum, og þetta er það sem kallað er körfublóm. Þegar það kemur að því að fara að færa frjókorn af einu blómi yfir á annað, þá treysta blóm fyrst og fremst á tvennt. Það er í fyrsta lagi skordýr. Skordýrin tróða sér þá hérna ofan í, drekka blómsafa sem er hérna í blómbotninum. Við það hreistast frjókorn yfir þau, af því þau eru að tróða sér hérna í gegn. Svo þurfa að koma á næsta blóm og tróða sér aftur ofan í. Þá verður eitthvað af frjókornunum eftir hérna á fræmunni, og þannig fara frjókorn á milli. Blóm sem að treysta á skordýr í þessu tilliti eru með litrík blóm og blómasafa, því að þau eru að laða skordýrin að. Blóm sem að treysta á vind, sem er hin leiðin, þau eru ekki litrík eða áberandi því að þau þurfa þess ekki. Þau eru með frjókorn sem eru stundum með svona einhverjum greiðum á til þess að svífa. Þegar við séð aspar frjókorn stundum á sumrin, það er eins og sé snjókoma á sumrin. Önnur eru með greiðu á fræfunni til þess að grípa frjókornin sem koma fjúkandi. Þegar að frjókorn kemur á frævuna, ég ætla að teikna hérna frævil, og þetta hérna heitir frjóþráður. Og þetta hérna heitir frjóhnappur. Það er í frjóhnappinu sem að frjókornin þroskast. Þegar þau koma á frævuna, þetta efsti parturinn heitir fræni. Stíll er svona hálsinn hérna. Og neðst er egglegið. Og það er í eggleginu sem að egg
búið þroskast og í eggbúinu er egg. Þegar frjókorn lenda hér þá vaxa pípur hérna niður og niður í eggið og kjarni frjókornsins fer niður í þessa pípu, sameinast egginu og síðan myndast fræ. Utan fræið myndast síðan oft aldin, en aldinin eru misstór og hlutverk aldinina er hreinlega að verða étin. Til þess að fræið fari gegnum meltingarveg dýranna, dýrið skilar því svo af sér út endaþarminn einhvers staðar allt annars staðar. Fræin þola að fara í gegnum meltingarveginn ef þau eru ekki tuggin og þannig dreifast fræin. Þannig að plantan er að eyða orku í aldin til þess að borga dýrinu fyrir að dreifa fræinu fyrir sig. Það er til það að færa frjókorn yfir af einu blómi yfir á annað köllum við frævun. Það er til eitthvað sem heitir aðfrævun þegar við förum af einu blómi yfir á blóm á annarri plöntu, en þegar við förum á milli blóma á sömu plöntu, og það er meira að segja í einhverju tilfellum hægt að fara á milli á sama blóminu, það köllum við sjálffrævun. En yfirleitt eru frævlar og fræva á sama blómi ekki tilbúin á sama tíma.